Jæja, nú ég að tala sko, þegar fólk svona að fara til Bandaríkjanna og allt þetta, þá flestir gera sig ekki grein fyrir að það þarf á bíl að halda. Og Bandaríkin náttúrulega rosalega mikil bílaborg, bara ríki sko. Og borg, bara ríki og það var þegar maður fór til Kaliforníu þá gerðu leigubílstjórarnir bara grín af fólki þegar það var bara að taka leigubíl og út af því að þú þarft að vera á bíl út af því að þetta er svo langa ferðin sko. Þannig að það er ekki bara sko miðpunkturinn Reykjavík og það er allt bara búið sko. Af því að það er bara út allt sko, þú veist. Þannig að, já, ég vildi svona aðeins láta ykkur vita allt því. Já, já, þegar maður að ferðast úti, þá er mjög gott að vera með bíl og allt það. Og svo er bara mjög gott að vera alltaf í sko reyna að halda sig við það sama, þú veist, hótel eins og ég hef gert. Ég með Hilton og svo Sheraton og safna maður punktum og verður meðlimur og allt þetta og vera að taka alltaf frá hertz eða avís eða dollar, þá safna maður líka og svo náttúrulega því lengur sem maður er á bílnum, eins og núna ég búinn að vera á bíl í mánuð og það er náttúrulega, þá fær maður náttúrulega fleiri og hærri punkta sko. Og sumardaga erum við að fá bara fría daga sko fyrir bílinn, þannig að ég tek alltaf frá sama fyrirtækjunum sem ég treysti og já, ég svona treysti bara mínu svona innsæið segir mér þetta. Ég hlusta á sjálfa mig. Ég held að það sé rétt orðið. Welcome to my world. My name is Ari Jósefsson and I am now just walking and talk with you because I love story time. Okay, cut, byrjum aftur. Núna ég kraftgöngu á þessari plánutu og að reyna að styrkja mig eins mikið og hægt og vera bara, þú veist, á tánum og sjórinn og vera í núinu og vera bara eins og Ari einn í heiminum, Palli einn í heiminum eitthvað og bara njóta. Það sem við gleymum stundum, að njóta og hversu lífið er dýrmætt. Lífið og heilsan, það er það dýrmætasta sem við höfum.
og þess vegna mjög gott að bara að njóta tilverunnar og við erum öll jöfn fyrir Guði. Það engin æðri þegar þangað komið. Það svo mikið þannig í þessum heimi allir að keppast að vera eitthvað og svo bara ekki neitt. Það. Walk. Yeah. Vinna. Vegna þess að peninga ef þú vinnur ekki. Þess vegna svo mikilvægt að vera með sjálfstæði. Hefur sjálfstæði eins og hún Britney Spears. Hún búin að vinna stóra sigur og ég ennþá að dástaði mig. Hún sterk og kæn og bara góð fyrirmynd, icon, bara okkar heim, bara heims iconi, það Britney. Það Britney. Hún búin að sýna okkur það. Enn og aftur. Já, maður þarf alltaf að hreyfa sig og til að halda sér í formi og afsækja bara hljóðið. En maður verður víst að hreyfa sig til að geta auðvitað bara halda sér, það gott að halda sér í góðu formi og labba, hugsa jákvætt, ekki hlusta á fréttir, neikvæðar fréttir eða ekki hlusta á lygasögur eða sögur fyrir en það bara komin einhver veginn rök það. Það þarf alltaf að vera einhver rök og lífið mætti snúast meira að vera brosa meira, hlæja meira, meiri gleði. Mér vantar svolítið svona gleði í heiminn og svo finnst mér bara vanta bara be kind. Þú veist, vera góður til það. Svo nú alveg að viðurkenna það að ég ekki alveg að nenna að labba. En það eitthvað hérna inside sem ég hlusta á og ég labba bara og hlusta á inside, hlusta á hjartað og inside. Og það bara að treysta sjálfum sér og þannig við búum í þannig landi í dag að maður treystir ekki neinum nema sjálfum sér og það bara þannig að það eru bara heimurinn alltaf að verða verri og verri og ég tala nú ekki tæknina. Það verður gaman að sjá öll þessi dokumentari sem ég er búinn að gera. Það verður eftir 10 ár, sko. Það verður YouTube-síðan hjá mér bara búinn eða eitthvað. Þess vegna á bara að vera í núinu. Amen. I love you.